Já, veriði hjartanlega velkomin í Gjallarhornið. Það ekki gestur að verri endanum hjá okkur í dag, en það hún Sigríður Andersen og hér Veronika hjá mér líka, sem sér umsjón þessa þáttar og Garðar heiti ég. Já, ég kannski bara gef boltan yfir á Veroniku. Já, við vorum að spjalla aðeins fyrir podcasti og við vorum að spyrja hann Sigri, hvort að hún hafi haft einhverjar fyrirmyndir þegar hún var að byrja í pólitíkinni, og það bara svona fornlegt að vita vegna þess að Vigdís Finnbogadóttir átti núna afmæli nú á dögunum og hún sagði í viðtali sem sagt að hún hafi ekki haft neina fyrirmyndir þegar hún var að alast upp. Þannig að þetta ekki svolítið viðhorf af gamla skólanum, kannski, mættum við að segja. Að hafa ekki fyrirmyndir. Nei, ég tók eftir því þegar Vigdís átti afmæli að menn voru að henni til heiðurs að nefna það að hún væri mikil fyrirmynd, og ég svo sem gerir nú ekki ráð fyrir því að menn noti hugtaki þannig að menn geri allt eins og þessar fyrirmyndir sem menn vilja hafa eða telja sig hafa í lífinu og nefna til svona hátíðistundum, og ég hef mitt hjó eftir því viðtal við Vigdísi þessa dagana einmitt að hún var að furða sig á þessum spurningum eins og ég hef alltaf gert líka, og lýsti því þannig að hún hefði ekkert verið alin upp við þessa hugtakarnotkun, og það sama á við mig þótt að ég sé nú aðeins yngri en Vigdís að þá kannski notaði maður nú ekki þetta hugtak svona fyrirmyndi þótt að maður rætti sér alls konar uppáhalds söngvara, uppáhalds hitt og þetta og eitthvað svoleiðis, að þá kannski þetta hugtak fyrirmyndir þótt að sé þetta margt fólk sem tekur eftir sem gerir margt og mikið til fyrirmyndar, þannig kannski svona munurinn á því en ég er ekki svona spennt fyrir þessum spurningum sem hver þín fyrirmynd í stjórnmálum eða fyrirmynd í lífinu, ég get ekki nefnt neitt til en svona þegar ég fór að fylgjast með stjórnmálum þá tók ég bara eftir stjórnmálumönnum sem voru á þeim tíma atkvæða miklir og tilengaði mér ýmsa hugmyndafræði frá mörgum og þeir voru auðvitað á hægri kantinum strax þegar ég fór að fylgjast með pólitík svona 11 ára, 10-11 ára. Þú náttúrulega, já, má segja byrjar þinn kannski feril hérna í Heimdalli, þú varst í stjórn Heimdallar, ekki satt? Einmitt. Á þeim tíma, þú veist, var þá heldur ekkert verið að tala svona, þú veist, eins og fyrirmyndir í stjórnmálum, þú veist, núna kannski margir sem að eiga sér. Þetta svona kannski svolítið tísku núna að tala þetta, en þarna var náttúrulega starfi rosalega öflugt og fólk kannski bara að gera alls konar sem hafði ekki verið gert áður. Alveg rétt, ég gekk í Heimdall bara strax því ég hafði aldur til 15 ára gömul. Það var haldið hérna í mann eftir því byrjanda námski, það var nú í tíð þáverandi formanns Ólafs Þórs Stephensen og tók strax virkan þátt í starfinu og fljótlega eftir það bara sem almennu félagsmaður, ég fór ekki stjórn fyrir árið 1996 þegar Elsa B. Valsdóttir var fyrst kjörin formaður hérna, fyrst kvenna og satt með henni í stjórninni 1 ár en þannig að svona starfið mitt þegar Heimdall einskorast alls ekki bara við þetta 1 ár sem ég satt í stjórn Heimdalla, það var bara 1 ár heldur starfaði ég bara sem almennu félagsmaður hérna, með mjög öflugum stjórnum Heimdallar sem þá voru og voru í alls konar svona brautirindi starfi, má ég segja, kannski í svona þessari markasetningu stjórnmálana og þannig að menn höfðum voru kannski ekkert mjög mikið að líta til annara, heldur voru menn að gera hlutina oft í fyrsta sinn, sko. En á þessum tíma þetta voru mjög fyrirferða miklir stjórnmálumenn á hægri kantinum, erlendis Margaret Thatcher og Ronald Reagan og hér Davíð Oddsson og fleiri. Þannig að auðvitað hlýtur það kannski hafa markað svona hugmyndafræðilega baráttu hjá ungu fólki á þeim tíma á hægri vangnum. Einmitt. Og hún hefur alltaf verið svona svolítið í frjálslyndari kantinum náttúrulega hjá unga fólkinu og þú hefur alveg haldist þar, myndi ég að segja, sem frjálshyggjukona, af því það svo algengt sko að fólk fari svona á svona verið íhaldsamara með aldrinum sko. Einmitt. Þannig, já, eða myndir ekki alveg segja það, að þú hefur haldið í frjálshyggjuna, svolítið? Jú, ég vona það nú, ég myndi nú kannski ekki mitt að dæmi það, en mér hefur oft fundist jafnvel í málum, maður verða, sko, aðeins meiri frjálshyggju með aldrinum heldur en hitt, en það kannski hefur ekki með aldurinn heldur að gera, en það sem hætt við auðvitað þegar
fólk eins og ég fer síðan í stjórnmál, gerir stjórnmálamenn, tekur sæti á Alþingi og tala ekki að vera ráðherrar, að þá eru mann auðvitað ýmist takmörk sett. Það þótt að menn, ég held að velkist enginn í vafa það að ég hef ekki skipt skoðanir á einu og einu. Tökum RÚV sem dæmi. Ég ennþá þeirra skoðunar ríkið eigi ekki að reka útvarpsstöð og sjónvarpsstöð og verið fjölmiðlarekstri almennt. Ég hins vegar gerir mér alveg grein fyrir því að það ekki pólitískt landslag fyrir því, minnst ekki að leggja RÚV niður, en það hins vegar tækifæri að draga hans úr umsögum ríkisins á fjölmiðlamarkaði og við eigum að stefna því. En þótt að ég sé ekki nýra á þingi að syngt og heyrða að leggja fram frumvarp það að leggja niður RÚV, þá þarf enginn að velkast í vafa afstöðu mína í þeim efnum. Það kannski það sem skiptir máli að þeir sem eru mín megin í pólitík og jafnvel þótti farið þá í pólitík og gerist atvinnustjórnmálumenn, að þeir parkir ekki sínum hugmyndum og reynir svona að telja fólki trúum að eitthvað annað sé frábært bara þegar þeir sitja í ríkisstjórn sem kannski með einhver mál á dagskrá sem maður ekki sammála. Og ég hef setið þessari ríkisstjórn sem nú situr og fráleitt sammála allir þeirri afstöðu sem þar kemur fram með þeim stefnumálum sem þær eru sett fram, en maður hefur tekið þátt í því. Já, einmitt bara eins og með þetta fjölmiðla frumvarp, maður veit ekki alveg hver staðan á því núna, en þetta eitthvað svona, þú veist, það átti bara að fara að keyra það í gegn að gera enga breytingar á fyrirkomulagi RÚV, en síðan manni fannst það alveg skjóta skökku við með að við, þú veist, að við erum þú veist, að við erum í ríkisstjórn og við varum að leggja slíkt fram og leggja fram að það ætti bara, þú veist, að setja bara fleiri fjölmiðla á spenan. Nákvæmlega, auðvitað. Og það vita það allir að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hefur staðið gegn því frumvarpi sem miðar að því bara að gera alla fjölmiðla að ríkisreknum, án þess þó nokkuð að draga úr hlutverki RÚV, og þetta stanga svolítið á þessi málflutningu þeirra sem að styðja þetta mál vegna þess að, og nú tala menn til dæmis að í þessu árferði sem nú þessu fordæmalausu ástandi sem að COVID-veirinn hefur skapað, þá skiptir máli að hafa sterka fjölmiðla og svona, að þá spyr maður en ekki RÚV til þess? Það ekki hlutverk þá þessar ríkisfjölmiðlis að tryggja það? Þarf að setja alla fjölmiðla í það hlutverk. Þannig að frumvarpið stóra það hefur þetta stoppað vegna andstöðu þingflokks Sjálfstæðisflokksins og menn hafa verið að svona skoða það, hugsa það hvort að heppilegast sé að taka RÚV af fjölmiðlamarkaði eða ekki, og ef mjög margir vilja taka RÚV af fjölmiðlamarkaði þá geld ég hins vegar varhug við því að RÚV verði eins og menn kalla þá eftir bætt það tekjutap upp með því að auka fjárframlög á fjárlögum til RÚV. Þú veist, þá það í rauninni engin breyting og samkeppnisstaðan jafn skökk og gafði enga fjölmiðlum. Já, einmitt, það ennþá þetta milljarða forskot. Nú, svo náttúrulega hefur lengi náttúrulega verið gagnrýnt að RÚV sé náttúrulega á auglýsingamarkað og sé að stela eða taka auglýsingar mikilvæga tekjur frá einkaaðilum. Nú, Lilja talaði það að hún væri ekki sammála því og fyndist að RÚV ætti að vera á auglýsingamarkaði. Hefur þetta sýnt í sér tekjutap fyrir einkareknu fjölmiðlana að RÚV sé á auglýsingamarkaði? Dreifist þetta ekki svolítið bara svona yfir? Nei, ég held að það sé alveg ljóst að RÚV er að taka af einkaaðilum á fjölmiðlamarkaði, menn hafa sérstaklega greint það í kringum svona stóra viðburði síðan eins og fótboltamótin stóru og svoleiðis að þá hafa bara allir auglýsendur hafa bara sett allt sitt á þessa viðburði og þar alveg ekki haft neitt eftir fyrir hina fjölmiðlana. En þetta auðvitað svona spurning, ég hef sjálf ekki verið einhver mjög heit í því eða öll baráttumar þess að RÚV endilega fari að fjölmiðlamarkaði per se. Ég skil auðvitað það sjónarmið að auglýsendur vilja auglýsa það sem að þeir halda fólki sé að hlusta. Ég held að það fær nú að breytast mjög mikið með þessum nýju miðlum að menn eru ekki eins mikið í þessar línulegu dagskrá. Hitt hann að mála, það auðvitað bara bútasaumur að taka RÚV af fjölmiðlamarkaði, tala nú ekki ef það ætti að sína bæta RÚV upp sömu fjárhæð af fjárlögum. RÚV ekki bara í samkeppni við einkaaðila auglýsingar, RÚV líka í samkeppni við einkaaðila efni
að bjóða í alls konar efni á móti einkafjölmiðlum. RÚV í samkeppni auðvitað við aðra einkarekna fjölmiðla tíma fólks. Það segir sjálf og sjálft, fólk horfir ekki, það bara 24 tímar í sólarhringnum og þar fram til götunum, þannig að það læknar ekki ástandið þegar að grundvallar spurningunni eða spursmálinu eða vandamálin, þegar grundvallar vandamálinu ekki sinnt, sem það að ríkið sé í fjölmiðlarekstri. Nú, svo náttúrulega annað sem ég tók eftir þegar ég var var á heimasíðu RÚV einhvern tímann og sá sem sagt að RÚV heldur úti sem sagt svona græjulegu, þannig að þeir leigja út græjurnar sínar, þannig að þeir eru líka í samkeppni við til dæmis eins og einkareknu tækjalegunar eins og Exton og Kukl og fleiri. Já, ok, og þeir hafa, þannig að þeir kaupa nýja græjur fyrir ríkispenningin sem að þeir síðan leigja út á talsvert lægra verði en til dæmis aðrar legur. Þetta sá ég þegar ég var að gera svona smá verðsamanburð þarna á milli. Já, ok. Þannig að þeir eru svona líka, þetta veit ekkert margir þetta, en mér var bent á þetta frá einmitt manni sem var í svona kvikmynda gerð og sagði það einmitt að þetta er alveg pínu vandamála að þeir séu með þessar útleigur. Og líka jável ég man þegar kom frétt það að það var verið að greiða fólki fyrir að mæta í sett til dæmis bara hjá útsvar eða eitthvað. Þú veist, þá fer maður að hugsa bara hvað fer eftir mikið þú veist, ári. Var ekki þannig að þeir voru að bjóða svona íþróttaliðum sem voru kannski í einhverju fjáröflun? Já, þau meina svona sem áhorfendur í sal. Sem áhorfendur í sal, Þannig, en þá einhvern veginn ríki farið að styrkja íþróttafélög með óbeinum hætti, eitthvað í gegnum. Já, þetta svona vekur upp margar spurningar einmitt. En grundvallar spurningin er alltaf á ríkið að standa í fjölmiðlarekstri. Það er bara spurningin, en útfærslan á því, menn geta tapa sér í alls konar útfærslum og sem engum máli skipta til lengri tíma lítis. Það þarf að ráðast að þessu á ríkið að vera í fjölmiðlarekstri og hversu umfangsmikill á svo fjölmiðlarekstur að vera. Nú er RÚV komið með á samfélagsmiðlana líka, margar sjónvarpsstöðvar og útvarpsstöðvar einhvern veginn, án þess að það hafi einhvern veginn verið rætt til eins og Alþingi, hversu margar stöðvar RÚV á að vera með. Þannig að þetta er svona lykilspurningi sem við þurfum halda áfram að ræða á þinginu og ég held að verði frjórir jarðvegur með hverju árinu sem líður. Þegar að fólk sér að þetta er umhverfið, fjölmiðlaumhverfið að breyta svo mikið og það myndi engum detti í hug í dag að ef við værum ekki með RÚV að ríki færi allt inn í þennan rekstur í dag. Nei, mér finnst það að því að vegna þess að þú veist, miðlunir okkar eru bara í samkeppni við Facebook og YouTube og allt þetta, þannig ef maður var að bæta og það bara, þú veist, einhverju ríkisreiknu batteri, það er svona skýtskökku við, Nú, talandum ríkisrekstur, nú hefur náttúrulega lengi verið talað þú veist, ÁTVR og hvort það þurfi ekki að leggja það niður. Stoppar það, það sem ég velti fyrir mér af hverju þetta hefur lengi verið rætt að þú veist að fara að leyfa einkasölu á áfengi en þetta stoppar samt alltaf og það sem ég skil ekki er að af hverju það er eitt að hvort það er að setja þetta í maturverslanir en eitt er bara að leyfa sölu bara almennt að þú getur bara opnað þína vínbúð eða flutt inn þitt vín og sel. Þetta mál er af þeim toga kannski og það er ekkert óeðlilegt þótt að kannski ungu fólki finnist sé óþolinmótt, þá er ekki óeðlilegt að svona mál fái aðeins umræðu bæði á þinginu og sem endurspegli svolítið umræðuna út í landinu. Og þetta er annað máli sem að maður sem frjálshyggjumaður sem tekur þátt í atvinnupólitík sem þingmaður og ráðherra að maður átti að segja á því að maður getur ekki alveg kveikt í sér út af einhverju svona máli vegna þess að maður þarf að hlusta á það þarf að vera jarðvegur fyrir máli. Ég er alveg sannfærð það að einkaréttur ríkisins á sölu áfengis, hann verður afnuminn einhvern tímann. Hann mun falla niður. Það er það sem þú ert að tala vegna þess að þetta er ekki spurning vín í búðir eða ekki, þetta er spurning það
að afnema bara einkarétt ríkisins á áfengissölu og ég held að það mun verða fyrr en síðar meira segja, fyrr en menn halda kannski svona í ljósi umræðunar undanfarið. Þetta hefur, og maður skynni það bara á þinginu líka, ég held að það fer nú að verða meiri hluti fyrir þessu sjónarmiði. Af því að menn sjá líka þetta, síðan eru bara, þetta að breytast, eins og margótt eru bent á og fólk getur keypt sér vín erlendis og komið heim og ríkið sjálft, það standast ekki þessi lýðheilsu sjónarmið í rauninni vegna þess að ríkið sjálft hefur verið svo mikið að auglýsa áfengisverslanirnar sínar og bæta aðgengi sko, þannig að þetta stangast allt saman á og þetta svona bara eðlilegt skref í verslunarfrelsi Íslendinga. Já, kannski bara ágætta, þú veist, við tökum kannski bara fyrst lítið skref og síðan bara látum þetta svona. Já, lítið, ég held reyndar sko þessi frumvörp sem hafa verið að koma fram, þau eru svolítið sama marki brennd og RÚV málið, RÚV af auglýsingamarkaði eða ekki auglýsingamarkaði bútasaumur, þau hafa líka verið svolítið flókin, þú veist, vín, má selja vín í búðum sem ekki eru, sem eru meira en, eða ekki meira en svo sem ekki rúmmetrar eða eitthvað, ég hef stundu sko þurft að setja mig, eða svolítið tími að átta mig á bara út af hvað þessi frumvörp hafa gengið, þessi frumvörp hafa verið lögð fram í áratug sko, af ýmsum aðilum. Ég held kannski að menn þurfi aðeins að einfalda bara málin. Já, bara ganga alla leið. Prófa þetta bara frumvarp afnám einkasölu. Ríkið getur áfram verið með þessar verslanir. En leyfa öðrum að fara að selja líka áfengi. Létt áfengi kannski eða eitthvað svo leist til að byrja með eitthvað svo. Ég held að sé ekki heldur. Svo hafa menn svo mikla litla trú stundum á markanum. Ég held til dæmis að þeir sem eru svona góð templaverðnir og hafa áhyggjur að þetta komist inn í alla búðir. Ég ekkert viss það. Ég ekki einu svona viss að margar búðir myndu hafa áhuga á að selja áfengi. Ég held að sé þannig að menn sé að bíða eftir að fá að selja áfengi. Einhverja búðir getur gert að verslanir út á landi sem eru að berjast í bökkum og litli kaupmann á horninu gæti gert það til þess að eiga eitthvað von til þess að lifa í þessari samkeppni við stóru búðurnar. Ég ekki einu svona vissum að þessar stóru búðir hefði áhuga á því að fara að selja áfengi, minnst ekki sterkt áfengi. En ég alveg sannfærð að að þessi einkaréttur ríkisins á sölu áfengis, hann mun falla niður. Það verður, það óhjákvæmilegt. Þannig að við munum bara muna eftir þessu og gráðu upp þegar það gerist. I told you so. Já, mitt sko. Hvernig svona hefur þið litist á þessa efnahagspakka sem að ríkisstjórnin hefur ekki og þennan sem að hún til dæmis kynnti í gær. Ég hjó aðeins líka til dæmis eftir því að þeir fóru að vilja auka við listamannalaun og svona ég alltaf sem sjálfstæðismaður og fleiri svona hafa sett spurningamerki við það hvort að það sé endilega það sem mikilvægast í þessum aðgerðum. Þessar aðgerðir eru svo sem bara mjög svipar og að og það aðgerðir sem verið að grípa til í mörgum löndum í kringum okkur í Evrópu og í Bandaríkjunum. Það gerir þær ekki betri fyrir vikið. En þetta auðvitað vandi sem stjórnmálamenn standa frammi fyrir í svona aðstæðum, þar sem allir kalla á einhvers konar aðgerðir. Nú stöndum við Íslendingar kannski vel ákveðnu leyti hvað var að skuldastöðu ríkissjóðs og eins og menn hafa verið að nefna möguleika Seðlabankans til þess aðeins að liðka til á fjármálamörkuðunum. En við stöndum kannski verr heldur mörkuðunum ríki af því að við erum eyja og við eigum mjög mikið undir samskiptum við önnur lönd. Þess vegna hef ég svo sem lagt á það áherslu að við eigum að gera allt hvað við getum til þess að koma hérna og aflita höftum eins fljótt og hægt og við erum nú að fara að taka stór skref núna 4. maí. Ég hefði viljað sjá þau aðeins stærri skref en ég hef vonir eða ég myndi kalla eftir því að það frekari skref tekin strax í maí og ég hef miklar áhyggjur á lokun landamæra og því samstarfi sem við eigum sem hefur verið með ágætum á meðal Schengen-ríkjana en ákvörðum að taka þátt í þeim aðgerðum með lokun ytri landamæra Schengen sem hefur verið framlengt til 15. maí. Ég vona að það verði ekki framlengt. Það minnst ekki af hálfu Íslands. Þessu hvað Schengen-ríkin gera. En Ísland getur mjög auðveldlega
tekið aðra ákvörðun í þeim efnum, alveg eins og önnur Schengen-ríki hafa tekið sérstakar ákvörðun fyrir sína parta og lokað innri landamæran. Við höfum þó ekki verið að gera það, en mörg líka eins og Norðurlöndin, fyrir utan Svíþjóð, hafa lokað sínum innri landamærum. Og það finnst mér vont og ég heyri það á kollegum mínum, að því ég nú hef sett mig og verið í sambandi undanfarna viku við kollegum mínum á Norðurlöndum. Þeir eru líka ósammála þessu, en hafa bara hreinlega sumir sagt mér, en við þorum ekki að djöflast í þessu strax vegna þess að það virðist vera stuðningu við aðgerð stjórnvalda og svona, og menn eru hræddir, en menn sjá að þetta hefur mjög djúpar og miklar afleiðingar fyrir efnahagslífið í öllum þessum löndum og ekki síst hér á landi. Og þeir eiga líka, Norðurlöndin eiga ekki einu svona mikið undir flugrekstri eins og við, þú veist, það er strax búið að reka, eða það er áformað náttúrulega að segja upp einhverjum tugum starfsmanna á Icelandair. Já, þeir eru náttúrulega bara fækka alveg gífurlega starfsmönnum hjá Icelandair náttúrulega það er svo sem líka hjá SAS og það er líka, það er svo sem allstaðar, en þeir hafa, sko þessi Norðurlöndin hafa verið að gera að loka þessum jafnvel sko land til landamærunum sínum, sem er náttúrulega mjög furðulegt vegna þess að þessi landamæri Noregs, Svíþjóðar og Finnlands, fólk býr sig ykkur með yfir landamærin og fólk þarf að fara í sóttkví eða fara yfir landamærin. Þetta hefur nú hreinlega ekki gengið upp allstar, þar sem að menn hafa verið að vinna sinna mikilvægum störfum í Svíþjóð, búandi í Finnlandi kannski. Já, það er kannski. Þannig að þetta er eitt sem að menn verður ekki gleyma þegar menn tala efnahagsaðgerðir stjórnvalda, þá er þetta stór hluti af efnahagsaðgerðunum, sko. Við megum ekki láta og ég óttast það að í sumum tilfellum og mörgum löndum að þá séu menn að grípa til aðgerða gegn veirunni sem er miklu verri heldur en veiran sjálf. Hvað afleiðingarnar varða. Það hefur verið talað um þetta í Bandaríkjunum, til dæmis bara repúblíkanar, þá er bara eiginlega svona rosalega skýr að bara andstaða, en rosalega bara skýr ágreiningar milli repúblíkana og demokrata þú veist, hvort sé verra veiran eða afleiðingar veirunar. Það er svona svolítið sem það liggur fyrir að afleiðingar veirunar verða náttúrulega djúp kreppa í mörgum löndum og menn eru reyna núna þá að grípa til aðgerða eins og þessi efnahagspakki sem var kynntur í gær og var líka 30. mars sem þegar þingið tók ákvörðun að búa til nokkra leiðir til þess að gera fyrirtækjum kleift að halda ráðningarsambandi við starfsfólk sitt. Og ég held að það hafi verið mjög mikilvægt að gera á þessum tímapunkti. Þá voru menn að eiga þá vona að þetta myndi kannski, fyrirtækin gætu keyrt upp starfsemi sína núna kannski júní, og þá skipti miklu máli að vera með eitthvað starfsfólk hjá sér og þannig að fyrirtækin hefðu samt ekki farið á hausinn. Nú er verið að grípa til enn frekar aðgerð að þessu leiti og verða að hjálpa veita ríkisábyrgð á lánum og svona. Ég er ekki hrifin af slíkum aðgerðum, bara svo það sé sagt. En þarna verða að gefa minni fyrirtækjum möguleika á að taka lán til þess að fleyta þeim yfir einhvern hjalla. Þetta er auðvitað tímabundi og það er mjög mikilvægt að því sé fylgt eftir þetta verði tímabundi en ekki langvarandi aðgerðir. Svo nefnir þarna eins og listamannalaun, svo þetta verður þetta alltaf eins og ég var að nefna í öllum hinum löndunum, menn fara bara að setja óskalistana sína inn hvað eina. Meðal annars til dæmis RÚV var svona slætað inn í svona bandormsfrumvarp í rauninni nákvæmlega sama eða kannski jafnvel verri aðgerði gagnvart einkareknum fjölmiðlum heldur en í upphaflegu frumvarpi menntamálaráðherra vegna þess að þarna núna í þessum bandormi sem var kynntur í gær og er verið að ræða nú á þinginu í dag þar er menntamálaráðherra bara gefin opin heimild, reglugerðarheimild til þess að deila út 350 milljónum til einkarekinna fjölmiðla sem er rauninni sko mjög handahófskemmt og opin heimild og gengur lengra heldur en frumvarp menntamálaráðherra sem hefur þó stoppað á þinginu. Þannig við möttum að sjá hvort að þessi kapli í þessum bandormi nái yfirleitt fram að ganga á þinginu. Já, það verður áhugavert að sjá sko. En þetta er einmitt áhugavert sko að ríki sé svona í því að veita enga fyrirtækjum svona lán og styðja enga fyrirtæki, þá ertu komin í það, þú veist, að ríkið það er þessi skekkja sko, þú veist að ríkið sé alltaf fara að styðja flugfélag og svo sé að fara að styðja heilsulind og svo vera að setja í einkarekna fjölmiðla, þú veist, þá er þessi, þú veist, þá ertu þá með einkarekstur ef að ríkið alltaf farið að
skipta sér að. Og það sem að því það, sko, stjórnmálamenn síðan settir í þannig vanda, tökum bara sem dæmi þennan RÚV það kafla, að ráðherrann þarf að fara að ákveða hvernig hún ætlar að deila þessu lengaðilega. Og það liggur fyrir að það verður, þú veist, að það mjög ekki allir fá jafnt. Það segir bara hreinlega í frumvarpinu, það þetta verður það er að miða við svona og svo marga launþega og litlu fyrirtækin að fá meiri heldur en stóru og svona. Þannig að þetta kallar á óeiningu, ógagnsæi og annað sem alltaf mjög slæmt, ekki bara í pólitísku tilliti, pólitísku umræðu heldur þetta líka bara efnahagslega. Þannig að sem ég hef lagt áherslu á að menn fari frekar í almennari aðgerðir, í skattalækkanir fyrir alla, afnám tryggingagjalds bara tímabundið í heilt ár á öll fyrirtæki, lækkun skatta, tekjuskatts líka, vegna þess að lækkun tekjuskatts á einstaklinga skiptir fyrirtækin mjög miklu máli líka. Það léttir á kröfu launþega launahækkanir til dæmis, þannig að það getur skapað svigrúm líka í þessum endalausu kjarabaráttu sem virðist vera hérna viðvarandi hérna á Íslandi eins og ótrúlegt og það nú, eins og kaupmáttur hefur vaxið hérna mikið undanfarið. Þannig að ég hefði viljað sjá frekari almennari aðgerðir heldur en þessar sértæku aðgerðir þar sem að maður sér bara að hver einasti ráðherra hefur verið að setja inn svona, eitthvað sín svona mál og enda þetta unnið þannig, þetta unnið þannig í ríkisstjórn að hverjir ráðherrar koma með tillögur hvað þeir hvernig þeir geta séð fyrir sér í sínum geira að hægt sé að hjálpa til í þessu efnahags ástandi út af þessari veiru og það jafnvel þótt að þetta heyr ekkert auðvitað hefur þetta áhrif svo sem allt þjóðfélagið en svona mismikið áhrif eftir geirum sko, eða eftir ef maður lítur ráðherra vettvanginn sko. Já, einmitt, að hérna á líka bara að þetta eru rosalega rúmar fjárheimildir sem að ráðherra hefur, skilur, ef þetta er rosalega hérna mikið sem að menn getur ráðstafað og það er kannski, Svo er þetta sko mörg 100 milljarða aðgerðir sem menn hafa verið að reikna, þannig að þetta festa kannski alveg hérna fingurinn á það hversu margi milljarðar þetta eru og manni finnst nóg sko, ef maður heyri tölurnar 600 milljarðar eða hvað það er. En samt koma strax bara, ég held að hálftíma eftir að þessi pakki var kynntur í gær, þá var samt stigið fram og sagt, þetta er reyndar ekki, þetta er ágætt fyrsta skrif. Já. Það bara eins og menn halda að það sé bara endalaust og ég var hissa að heyra Samtök atvinnulífsins tala það að þetta væri bara ekkert gert fyrir stóru fyrirtækin í þessu og það myndi kalla á kröfu frekari aðgerðir. Þannig að þetta er náttúrulega mennur þá komin út á mjög erfiðar brautir ef að menn ætla að halda svona áfram. Þá eru menn svolítið farin að vilja meira og þeim réttur litli puttin sko og þeir vilja Já og menn farin að bera sig saman við býtu hvað fekk þessi? Akkur það er fyrirtæki sem er mitt fyrirtæki, akkur fær það ekki sambærilegt og þetta fyrirtæki? Þá erum við bara komin í þess vegna skiptir svo miklu máli að við höfum fókus á því að koma hérna efnahagslífinu í gang og það gerist ekki með því að landamæri hér séu lokuð til dæmis. Það er grundvallaratriði, menn ég heyri stundum því fleygt hérna núna á lofti á stjórnmálumönnum að menn ég sé að reyna að koma innlenda hagkerfinu fyrst í gang áður en við tökum næstu skref. Það er ekkert til sem heitir innlend hagkerfi. Nei, það var til sko í alræðisríkjunum og ráðstjórnarríkjunum en við höfum ekki, það var ekkert ríki grætt á því að vera með lokuð landamæri og vera ekki í því að reyna að efla alþjóða viðskipti til dæmis og alþjóða samgang. Þannig að þetta finnst mér grundvallaratriði að við komum þessu á gang og ég óttast það ef að menn ætla að fara í það til dæmis hérna að vera með lokuð landamæri fram á næsta vetur. Til dæmis. Það var talað það, var ekki talað að þeir loka bara fram man ekki hvað Lilja Alfreð sagði. Ég menn að tala hugmyndir sóttvarnalæknis það að setja alla útlendinga sem hingað koma í sóttkví. Í 2 vikur. Það hefur þá verið grundvallarbreyting á hans afstöðu vegna þess að fyrir nokkrum vikum var hans afstaða svo að útlendinga þyrftu ekki að fara í sóttkví. Þannig þarna sjá menn kannski hvernig hlutinni geta breyst rætt í þessu. En það er líka, þú ert ekki með ferðaþjónustu og ferðamenn til þín ef allir eru settir sem að hingað koma í 2 vikur eða kannski vikuferð bóka til þess að skoða gullnarhringinn og fara svo hendi sín aftur. Já, og það er náttúrulega gífurlega slæmt ef að við erum að fara að gera það og ef þessi landamæri verða lokum ekki lengur en til 15. maí að því að við þurfum svo mikið á
ferðamanna innanum að halda og það var náttúrulega ferðamanna innan sem að kom okkur upp úr því efnahagsástandi sem var hér árið 2009 upp á kreppunni. Alveg rétt, þá menn heldur samt ekki gleyma því og ekki gera sér neina grillur um það þótt að landamærin væri opnuð hérna núna að þá þetta veltur þetta á öðrum löndum líka og það verður ekki þannig að hinga muni streyma ferðamenn í 100.000 vís það verður alls ekki þannig að það tekur tíma að keyra það upp og það fer að koma upp sá dagur það verður of seint að fara að keyra það upp sko. Þannig að við þurfum að byrja á því og það gerist auðvitað bara smásama þannig ég held að menn þyrst ekki að hafa ágjörð því að hinga myndi flikast fólk og ef menn ætla að fara að setja alla í sóttkví í 2 vikur og þá gæti svo sem Íslendingar fara að marka setja Ísland sem sóttkvíarland en að menn getur komið og menn selt ferðarþjónustu fyrir fólk sem vil vera í sóttkví frekar á Íslandi en einhvers annars stað en þannig að þetta svona grundvallaratriði að sem lítur að því að hagkerfið hérna ná að hreyfast en ekki ríkistyrkir í þeim efnum þeir eru ekki að fara að bjarga neinu til langs tíma. Já. Nú þú varst dómsmálaráðherra fyrir ekki svo lengu nú hefur ég hef lengi svona verið áhugasamur bæði landhelgisgæsluna og varnarmál og slíkt þar sem ég hef alltaf velt fyrir mér hvers vegna landhelgisgæslan leigir út sinn tækjaflota til þess að geta staðið undir sínu rekstri á hverju ári og nokkru sinnum nú hafa reyndar dregið úr út af COVID en þá eru þeir með flugvél staðsett í Miðjarðarhafi til þess að geta rekið flugvélina á sama tíma núna talar heilbrigðisráðherra að setja sjúkraþyrlu á Suðurland sem á að vera rekin fyrir 700 milljónir á ári og sama tíma er landhelgisgæslan að leigja sinn tækjaflota út af því þeir get ekki fengið fjárlög frá Alþingi. Þetta hefur aldrei komið til tals að þetta kannski ekki alveg það sem við þurfum að forgangsraða best að setja kannski frekar þessar 700 milljónir inn í okkar innviði í staðins að vera að fara að kaupa þjónustu erlendis frá. Samlegar áhrifin, jú, þetta er mikið verið rætt og það hefur ekki náðst neið samstæðum það að einmitt þetta að tjalda til nýrri sérstaklega sjúkraþyrlu þetta hefur nú verið rætt bæði frá fjárhagslegum sjónarhóli en einnig líka tæknilegum án sem ég ætla að fara út í það en það vantar ekki karlmennum áhuga á þyrlum og flugi til þess að tjá sig það en sumir þeir að segja að svona sjúkraþyrlu dugi ekki íslenskri verðáttu og svona það þurfi íslenskar þyrlur gæslunar sem hafa reynst ákaflega vel og nýtast auðvitað í sjúkraflug í alvarlegt sjúkraflug en leiga á flugvél gæslunar suður í höf hefur verið til þess að fá einhverja tíma á þyrluna og auðvitað fá þeir tekjur en það verður ekki framhjá því litið heldur að með þessu hefur líka hafa okkar flugmenn fengið og rekstrarmenn vélana fengið mjög dýrmæta reynslu líka sem myndu aldrei fá hér á Íslandi þeir fá miklu fleiri flugtíma þeir fá reynslu við annars konar björgun heldur en við erum vön hérna sem að nýtist hérna líka þannig að þeir hafa metið þannig við gæsluna þetta sé líka ómetanlegt tækifæri fyrir þá sjálfa fyrir reynsluna og líka þáttaka ómetanleg og mikilvæg þáttaka Íslendinga inn í þetta mannúðarstarf sem á sér stað á þessum höfum þarna og landamærum og viðbúna vegna hælisleitenda og þess áttar. Þannig að þetta svona tvíbent, þetta ekki bara gert út af einhverju harðræði í fjárhagslegu tilliti sem menn að fara með þetta söður og ég ekki eins og vissum að menn myndu vilja losna við það algjörlega þóttir fengju allan að pening til þess að rekast hér þá held ég að menn myndu samt vilja taka þátt í þessu með þessum hætti en það alveg rétt að gæslan hefur bent á það að hún þurfi að hafa meiri úthaldsdaga bæði á skipunum og til þess að fara og þetta þetta bara, ég ekki að segja smekksattir en þetta þetta bara eitthvað tölur á blaði sem menn reikna út hvaða kröfu ætlum við að hafa? Ætlum við að hafa 100 daga út á sjó eða 200 daga út á sjó og það ekkert náttúrulögmál í þessu. Þessi umræða þetta kemur fyrst og fremst bara upp núna eftir að herinn fer
eftir að þegar hann var hérna þá stóluðu þetta mjög mikið á hann, en þegar hann fer þá bara allt þetta sett í fangið okkur og það ekki hægt að ætlast til þess að við höfum sama kraft og möguleika og bandaríski herinn til þess að sinna hérna gæslan kringu landið, þóttu við ættum auðvitað að reyna að nálgast það, þá held ég þessi óraunhaft að við munum gera það sem lítil þjóð og fámenn hér, enda byggjum við og byggjum mjög mikið á samstarfi auðvitað við áfram við Bandaríkin, áfram í NATO-varnarsamstarfinu og svo hefur komið til nýlega sérstakt björgunarsamstarf landa á norðurslóðum sem að landhelgisgæslan hefur verið að taka þátt í og við höfum auðvitað að fara meira í það. En þannig að ég myndi ekki taka undir það að gæslan, landhelgisgæslan veri illa haldin fjárhagslega, ég myndi ekki gera það. Það var tekin ákvörðun í minni tíð að veita fé í kaup á nýjum þyrlum. Nú veit ég ekki hvernig það mál stendur en það var komið í útboðsferli og þar fram til götunum. Ég vona að það verði hægt að halda þeirri áætlun að mestu leyti, það getur verið að þurfi að eitthvað að færa til en ég held að sé mikilvægt að endurnýja þyrlukostin og halda þeirri áætlun en þetta þarf síðan að menn þurfa að átta sig á því sko að við erum bara lítil þjóð sko og já. Nú annað sem að líka maður hefur heyrt í kringu sig hjá aðstæða landhelgisgæslunnar er líka kannski ekki på marga fiska aðstæðan nýr á flugvelli hjá þeim þegar landhelgisgæslan átti að koma þarna þegar hún sett þetta fyrst þá settur upp sumabústaður til bráðabirgða stendur enn í dag. Þú ert að tala vegna flugvélar og þyrlunar, sko nú var samþykkt á Reykjavíkurflugvelli, þú ert að tala það. Já. Það var samþykkt daginn að veita fé í nýtt hús þar fyrir þyrluna, fyrir þessa þyrlu sem ég er að tala sem er verið að smíða. Þannig að það er grundvallaratriði og forsendið þess að ný þyrla komi að það verði nýtt hús til þess að hýsa hana, þannig að hægt sé að geyma hana. Þannig ég vona, og ég á ekki vona á öðru ef ég keyrt annað en að það sé ennþá áformum að halda því til streitu. Nú Landhelgisgæslan hefur síðan verið með, ég veist að fólk átta sig ekki alveg á því, umfangi Landhelgisgæslan og störfum hennar á Keflavíkurflugvelli í tengslum við varnarsamstarfið. En þar Landhelgisgæslan auðvitað með mjög mikla starfsemi á gömlu varnarsvæðunum og þannig að hún náttúrulega orðin mjög umsvega mikil Landhelgisgæslan og nú bara fróðlegt fyrir ungt fólk að fá að heyra þau tækja ekkert viðtal við á það er mjög áhugaverð starf sem fær fram í Keflavík sem er í tengslum við loftrýmisgæsluna sem er reglulega af hálfu NATO-ríkjana og það eru ekki bara Bandaríkjamenn sem kom í það, heldur eru alltaf fleiri og fleiri lönd að koma inn í það, Noregur og Bretland kom í fyrsta sinn núna fyrir stuttu til að taka þátt í því og æfingum. Akkurat. Þannig að þetta er Keflavík svona, það er svona hjarta varnarmála á Íslandi sko. Já, hefur haldið áfram að vera það og það er ágætt vegna að þar eru góðar aðstæður þú varst nú að tala aðbúnað, það er mjög ágætlega búið að öllum þeir sem þar starfa og öllum þeim 100 manna sem koma hingað á æfingar og í þessar loftrýmisgæslu þá búa þeir þarna upp frá að miklu leyti. En það er svona þín, kannski þitt matur kannski að Landhelgisgæslan sé ekki eins illa haldin og kannski eins og hefur kannski stundum komið fram í fjölmiðlum sem hefur lesið, þú veist að Landhelgisgæslan sé fjársvelt og þetta og hitt og Jú, menn, auðvitað koma menn og þessar ágættu vinir mínir sem þar eru reglulega að benda á að það þurfi nú að fjölga einhverjum dögum og svona en ég hef nú aldrei heyrt á að halda því sérstaklega fram að þeir séu mjög illa haldnir. Nei. Það er ósanngjarnt að halda því að þeim að þeir séu en auðvitað er það og það er svo sem bara þeirra hlutverk líka að benda okkur stjórnmálumönnum á og þeim sem fara með fjárveitingavaldið bara hvernig hlutirnir eru, hvað þeir kosta og annað og svo er það okkar stjórnmálumannana að taka ákvörðun það hvað við ætlum að borga. Við þurfum að taka ákvörðun það hvort að við eigum að halda úti 200 dögum eða 170 dögum og ég meina og okkur er engin orkun en við þurfum að gera það en jafnvel þótt að síðan koma einhverju sérfræðingur og segja við sjóðum nú alltaf að það ætti að vera 200 dagar sko, þú veist, og eitthvað kemur upp á þannig þetta er vandamál stjórnmálamannsins sko og mjög vanmetið starf meðal almennings að þessi ákvarðanir sem menn þurfa að taka að þessu leyti.
Nú svo eins og hérna kom nú þegar kalla þurfti vélina heim út af hérna þegar eldgosi varð hérna þá voru þeir nú bara komuð þeir strax heim til Íslands, þannig að hvort að vélin var heima eða ekki þeir Já, við neyðar aðstæður auðvitað þá taka menn auðvitað þessar vélar, þær eru ekki þannig fastar. Og Frontex gerir alveg hérna tillit til þess. Já, og svo má heldur ekki glemma að því hún nefnir Frontex, en það er ákveðt hún nefnir það, að því að þeir eru að vinna fyrir Frontex, að við erum líka að þiggja mjög mikla þjónustu af Frontex hérna í Íslandi. Frontex hefur verið að fljúga einu sinni í viku til Íslands, gerði þá tímabili einu sinni í viku, stundum einu sinni í mánuð eða tvisvar í mánuð eða hvað það er, til þess að flytja hérna hælisleitendur og dreifa þeim til síns heima þar sem þeir hafa þurft að fara við brottvísanir. Þannig að þetta er ekki bara einhver einstreymis aðgerð Íslendinga í Suðurhöfum með vélum landhelgisgæslunnar, við erum að taka þátt í mjög miklu samstarfi sem að nýtist okkur á öðru leyti líka. Mér langar að því að þú fórst inn á hérna, já, að því við fórum að tala um Frontex og brottvísanir, þá langar mér svo aðeins að spyrja hvernig þessu ferli hátta fyrir sig eins og þegar og Dyflinnarreglugerðin og allt þetta sem maður heyrir og kannski skilur ekki alveg, þú veist, út á hvað þetta gengur. Við sjáum bara oft í fjölmiðlum, þú veist, þar sem að já, það er verið að taka miðjanótt hérna einhverjar fjölskyldur. Er þetta, þú veist, er þetta síðasta aðgerðin, er búið að senda eitthvað, þú veist, er þetta búið að gefa þeim eitthvað, þú veist, viðvörun, heyrðu, hérna miðvikudaginn 4. mars, þá munum við koma og þið þurfum að fara þá eða, þú veist, hvernig er þetta ferli í kringum þetta? Já, það er, sko, þessi hælismál hafa auðvitað verið ný fyrir okkur þangað fyrir nokkrum árum og hingað leita rosalega margir til þess að sækja hæli hér. Flestir þeirra, þegar ég tók við embætti dómsmálaráðherra, þá voru flestir þeirra sem voru að óska eftir hæli hér annarkvæmt búnir að fá hæli í einhverju öðru landi í Evrópu eða voru búin að leggja inn umsókn í öðru landi. Og þegar svo háttar þá beitum við fyrir okkur svokallari Dyflinnarreglugerð sem er hluti af Schengen-samstarfinu okkar. Það er ekki EES-mál, heldur hluti af því sem við tökum þátt í Schengen-samstarfinu, sem kveður á það þessi reglugerð að þegar að menn hafa sótt hæli í einu landi, þá á það land að klára umsóknina. Það getur ekki verið þannig að menn leggja bara fram umsókn í mörgum löndum og mörg lönd sé að leggja tíma og mannauð og peninga í því að afgreiða umsóknir frá sama fólkinu, sko, sömu manneskjunni. Og þá sé landum heimilt bara vísa til viðkomandi lands og viðkomandi land er skyldugt að taka við fólkinu. Eins og við segjum Þýskalandi, einhver kemur hingað, þá bara sendum við það beint til Þýskalands. Og þessi mál eru mjög fljót afgreitt þannig lagað í kerfinu hjá okkur, en hvert og eitt mál er þá skoðað hjá Útlendingastofnun og síðan kærunefnd útlendingamála. Þetta getur tekið samt nokkrar vikur og þegar allir prósinu búin þá er þetta fólki sagt vinsamlegast farið bara sjálfstæðum til Þýskalands. Mjög margir gera það, margir hælisleitendur gera það, þeir fara bara aftur upp í vélina sína eða kaupa sér flug og fara aftur til viðkomandi lands og bíða þar. Sumir gera það ekki og þá er þeim bent á það að ef þeir gera það ekki sjálfviljur að þá fái þeir getið fengið endurkomu bannin á Schengen-svæðið og svoleiðis. Ekki Dyflinnarfólkið heldur, það er þeir sem ekki, það er þeir sem er frá örugguríkjum, en Dyflinnarfólkið sem þetta er þá bara fært yfir og þeir hafa og þú segir þegar komið fréttirnar eru auðvitað að fara að taka fólkum í það nótt, þannig bara því að flugin frá Íslandi þau eru klukkan 5-6 á morgnana, þannig að það eru allir Íslendingar sem faru miðja nótt í flug. En þetta fólk, það kemur ekki nokkru manni óvart þegar að knúið eru dyr og ef þeir fara ekki sjálfviljir þá fara þeir í fylgd lögreglu. Og þetta er gert allt með mjög mannúðlegum hætti. Ég hef nú sjálf fyrir algjör tilvíðin þegar ég var ráðherra, þá var ég stödd í flugvél að fljúga til Þýskalands minni mig og í flugvélinu voru einmitt nokkrir hælisleitendur í fylgd með lögreglu. Ég áttaði mig ekki á því nema því ég þekkti lögreglumennina og sá það, þannig að það fór allt saman vel fram og menn voru bara mjög rólegir að fara til síns heima. Svo það hinir sem að koma frá svokallum öruggum ríkjum sem að koma hingað og það er líka afgreitt mjög hratt og þeim ef þeir fara ekki sjálfviljir eins og fólk frá Albaníu eða Georgíu, að þá er þeim sagt að þeir fari þá með lögreglufylgd og fái endurkomubann inn á allt Schengen-svæðið og við erum skuldbundin til þess að gefa það út, tilkynna það inn á Schengen-svæðið vegna þess að önnur ríki, þau reiða sig á það að all ríki séu samtaka í þessum reglum.
Þannig að þetta og margar fréttir, þegar ég var á þeirra voru hreinlega rangar af málum sem að byrtust og í einhver tilfellum að þá auðvitað óskaði eftir því að útlendingar svona leiðrétti fréttaflutning og það var gert. Þannig að, en auðvitað skilum að það að fólk tekur inn á sig og ég skynni það sérstaklega ungt fólk tekur það auðvitað inn á sig þegar að verður að vísa ungu fólki að börnum frá landinu. En menn megi alveg vera vissir það að viðkomandi mál hefur verið grandskoðað og viðkomandi einstaklingar hafa verið látnir njóta vafans ef það er þannig, ef það einhver slíkur er. Þannig að brottvísun kemur ekki nema að mjög athuguðu máli. Já, þetta er náttúrulega yktustu dæmi sem við fáum að sjá bara í fjölmiðlum og síðan veit maður ekkert hvað er átt stað fyrir það. Nei, svo er fullt af fólki sem er kannski, verri stöðu heldur en fólki sem er í fjölmiðlum, sem hefur verið vísað úr landi samt, sko. Já, og bara fjölmiðlar fjölluðu ekkert sko. Já, einmitt. En það sem maður svona kannski, mikið af þessu fólki hefur, sko, til dæmis börnin hafa verið í skóla og þetta fólk hefur náða að mynda kannski, þú veist, einhver tengsl við Íslendinga og átt einhverja íslenska vinafjölskyldu Sko þegar þú fer til útlanda og ert kannski nokkra mánuði, þú eignast einhverja vini og tengsl, en átti þá einhvern rétt á því samt sem áður að fá þar hæli með öllum þeim réttindum sem því fylgi og skyldum. Nei, alls þannig að þú veist, menn hafa verið hérna kannski oft þá í þessari stöðu af því að þeir hafa ekki upplýst það hefur dregist að afgreiða máli vegna þess að menn hafa ekki upplýst rétt sína hagi, ekki framvísa skilríkjum til dæmis, þannig að það hefur þurft að leggjast í mikla vinnu, rannsóknarvinnu til þess að finna út hver viðkomandi er og það er gert með túlkaþjónustu, reynt að grafast fyrir opinber gögn og annað viðkomandi, þannig að menn hafa oft, þá er það yfirleitt þannig að það hefur dregist óheyrilega lengi að afgreiða mál, þá er það lang oftast, það er einhver tilfelli þar sem að heyrir upp Útlendingastofnun sem hefur gert mistök og þeir hafa viðurkennt það, þetta hafi tekið langan tíma hjá þeim út af einhverju allt öðru, kannski gleymst eða eitthvað, en lang oftast er það vegna ástæðna sem varða umsækjandan sjálfan að það hefur dregist afgreiða málið. Það er náttúrulega verið að tala það einmitt að stytta þennan afgreiðslutíma og þannig að með þessu þá, þú veist, það er sem sagt ekki hægt að stytta hann í öllum tilfellum, þetta er bara stundum. Já, það er rétt, stundum er það bara þannig að það þarf að finna út hver viðkomandi er, hann er ekki samvinnuþýður, hvað það varðar, en í mjög mörgum málum eru þessi mál afgreitt á bara sólarhring, af því þau eru í svokallið forgangsmeðferð, það liggur allt ljóst fyrir, þetta er Dyflinnarmál eða fólk er að koma frá öruggu landi, það liggur fyrir, þá er það afgreitt á sólarhring, en brottvísunum getur tekið lengri tíma vegna þess að viðtökuríkið, það þarf að samþykkja að fá viðkomandi aftur tilbaka og það getur stundum tekið langan tíma. Og þá í millitíðinni getur, þú veist, fólk sótt skóla og... Já, það getur gert það sjálfsögðu og það hefur verið áslag það allum að börn að þau sæki skóla og svona en að halda því fram að menn festi hér rætur eftir nokkra mánaða skóladvöl. Nei, þú veist, það er ekki... Þú veist, það er auðvitað ekki hægt að gera það, sko. Við getum farið til Bandaríkin í nám, en þeir eru þú færð ekki ríkisborgar eftir það, sko. Þeir eru ekki ánægðir að þú ætlar að heimta síðan ríkisborgari. Nei, eða Þýskalands eða Frakklands eða hvað það er. En þess vegna er svo einmitt gott að heyra líka bara frá að því maður, þú veist, við náttúrulega sjáum líka oft bara það neikvæða sem að fjölmiðlar byrta okkur. Það er náttúrulega að því það selur skilur að 4 manna fjölskylda hafi verið dregin út. Með börn og manni finnst það það sem mér finnst sorglegt líka í þessu umfjöllun er að sko mannréttindi barnanna hafa ekki, þau eru fyrir borin oft á tíðum í þessum fjölmiðla umfjöllun. Það sem að einhver vandalaus er að tjá sig læknisfræðileg ástand einhvers barns til dæmis. Þetta brýtur auðvitað gegn réttindum barns og ég stundum gáttuð á því að umboðsmaður barna skuli ekki hafa gripið inn í vegna umfjöllunar sumra fjölmiðla einstökum mál. Já, þegar börn eru látin eða stíga fram eða látin stíga fram, maður veit ekki. Látin bera ábyrgðina, sko. Já. Á afgreiðslu málsins og umfjöllun fjölmiðla. Já. Og eins og ég segi, verður upplýsa að einhver sé stattur á okkur eða geðdeild og Já, ég tók eftir, mér fannst það svolítið sérstætt því að þú ert með ólögra einstakling og fjölmiðla og þetta verður alltaf á netinu náttúrulega, þú veist. Það er náttúrulega,
já, svona svolítið sérstakt að menn séu farnir að tjá sig læknis, líka bara hjá fólki, ég meina læknis, allt sem að tengist einhverju svona læknistengdu á að vera prívat og persónulegt sko, ekki. Já, Svo hinn aðilin á, ef maður segja aðilin sko, svo eru stjórnvöld sem hinum með, þau eru sem bundið trúna og geta ekki svarað fyrir. Meni. Já, einmitt, af því að þau þurfa náttúrulega að fylgja lögunum en síðan getur þetta verið losalega bara þess með fóreldra og fjölmiðl bara eitthvað. En Dyflinnarreglugerðin þá flóttamenn, það ekki? Nei, Dyflinnarreglugerðin, hún lítur að þessast afgreiðslu hælisumsókna. Við erum núna bara að tala hælisleitendur. Það bara, Svo eru flóttamennirnir og það er auðvitað sá þáttur sem við eigum að leggja ríkari áherslu á. Það er að segja móttöku flóttamanna sem er skipulögð, vel undirbúin, gerði samráði við alþjóða stofnanir í þessum efnum sem þeir benda á og reyna að finna fyrir heppilega flóttamenn til Íslands og finna fólk sem er í brýnustu neyðinni. Og við höfum verið að taka kannski bara svona 50 til 80 manns á ári, svona meðaltali undanfarin ár, en hælisleitendurnir, þeir sem koma hingað bara á sjálfsdáðum, við höfum verið að veita hátt í 100-200 manns á ári hæli hér og þetta er ekki endilega fólki í brýnustu neðinni, alls ekki sko. Og meðan það dregur auðvitað úr möguleikum okkar á að taka við flóttamönnum. Fólki sem er í alvöru neyð. Já, vegna þess að það þarf að finna húsnæði fyrir þetta fólk og þegar fólk er búið að fá hæli hér, það á það í sjálfu sér að fá sömu stöðu og flóttamennirnir. Þeir að fara, það tekið svona utan þau og sveitafélögin eiga að sjá þau og þá að redda húsnæði ykkur tíma og finna vinnu og svona. Og þetta auðvitað með því að taka fleiri svoleiðis og þá verður auðvitað ekki jafn mikið gert á hinum kantinu. Og svo því miður líka ekki allir hælisleitendur sem að koma hingað fjölskylda heldur sem bara ætlar að koma og sækja ná heldur erum við líka að fá inn hælisleitendur sem að kannski eru byrði á okkur. Já, við erum að fá alls konar og jafnvel meira til varnar hælisleitendur sko, að þá eru mjög margir af þeim hælisleitendum sem hinga koma og leggja fram hæli hér. Þeir ætluðu sér aldrei að koma til Íslands. Nei. Þeir voru kannski á leiðinni til Bandaríkjanna eða Kanada, voru stoppar í Keflavík og í stað þess bara að fara tilbaka eða þá bara leggja þeim hæli hér. Leggja fram umsókn hæli hér. Fá oft hæli og þegar menn eru búnir að fá hæli þá oft fara menn og fljótt frá Íslandi. En þannig að þetta er margslungið. Já, einmitt. Þetta er flókið og margslungið. Það þarf að afgreiða þessi málu auðvitað með mannúð og mildi en það þarf líka ákveðna reglu og raunsæi líka vegna þess að það er engum greiði gerður með því að veita hér öllum sem hinga að koma hæli sko, en við höfum ekki bólmakt til þess. Við erum búin að fara við völl, er það ekki? Við erum aldrei búin að tala mikið og lengi saman og ég held að við þurfum nú að fara leyfa Sigri að fara og við þakkum þér bara kærlega fyrir mjög gaman að koma og gangi ykkur vel með Gjallarhorn sem var mitt uppáhaldstímarit á árum áðum. Við erum búin að nútímavæða Gjallarhornin, við erum búin að færa það prent í podcast. Það var mjög ánægð að sjá það endurvækið með þessum hætti. Takk fyrir. Bara takk kærlega fyrir. Takk.